það er ég sem sagt, Laufey Hrólfsdóttir, forstöðumaður menntavísindagæða og ég ætlaði að segja ykkur sem sagt frá þessu verkefni sem er reyndar hluti af miklu stærra verkefni sem að tengist því hvernig við getum mögulega harðnýtt þekkingu sviði næringar snemma á lífsleiðinni í heilbrigðisþjónustu. Og ég vildi segja ykkur frá sérstaklega þessu hluta því að þetta var framkvæmt hér á Akureyri, þessi hluti. En þetta er sem sagt hluti af mjög stóru verkefni. Og Tækniþróunarsjóður, Rannsóknasjóður Háskóla Íslands og Vísindasjóður Landspítala hafa komið að fjármögnun þessa stóra verkefnis. En ég ætla bara að byrja að segja ykkur bara stuttlega svona frá bakgrunnum, en rannsóknir síðustu 2 áratugi, bæði meðal manna og dýra, benda til þess að næringarástand bæði fyrir meðgönguna og á meðgöngunni sjálfri geti ekki bara haft áhrif á heilsu móðurinnar á þessu mikilvæga tíma, heldur einnig á þroskavöxt og heilsu barnsins til skemmri og lengri tíma. Og ferilrannsóknir hafa endurtekið sýnt að fæðumynstur kvenna á meðgöngu sem er í takt við almennar ráðleggingar, það er að segja fæðuval sem einkennist af ríflegri neyslu grænmetis, ávaxta, heilkots, fisks, hollrar fitu en leið minni neyslu á næringarsnauðum fæðutegundum, tengist minni líkum á meðgöngu sykursýki, meðgöngu eitrun, fyrirburafæðingum, þyngdaraukningu yfir viðmiðum og öðrum meðgöngu kvillum og fæðingar útkomu. Þannig að það kemur endurtekið fram, en innleiðing þessara þekkingar í klínískt starf hefur hins vegar gengið mjög hægt, meðal annars vegna aðferðafræðilegra hindrana, en svona hefðbundnar greiningar á mataræði eru rosalega flóknar og flóknar framkvæmd og þar með allt of dýra til þess að sé hagkvæmt að innleiða þær í klínískt starf. Þú ert að svara, venjulega er þetta svona tíðni spurningalistar sem geta tekið, klukkutíma, þetta eru 10 blaðsjur og þannig að það myndi enginn nenna eða hafa tíma fyrir það í klínísku starfi. En ég er sem sagt í rannsóknarhópi sem hefur gríðarlegan áhuga á þessu sviði og markmið rannsókna okkar síðastliðin ár hefur verið að reyna að þróa sem sagt leiðir í átt að hagkvæmri einstaklingsmiðaðri næringarmeðferð á meðgöngu sem hentar í klíník. Og markmið þessa stóra verkefnis var skipt upp í 2 verkþætti. Það var annars vegar markmið að kanna hvort stuttur spurningalisti fæðuval sem lagður er fyrir á fyrsta þriðjungi meðgöngu geti gefið vísbendingar hættu á kvillum á meðgöngu eða í fæðingu. Og þetta var sem sagt verkþáttur 1 og ég hef búin að kynna sem sagt þessa niðurstöðu sem birtust bara núna í júlí og þetta var hluti af doktorsverkefni mínu. Og þessi þáttur var unnin í samstarfi við fósturgreiningadeild á kvennadeild Landspítala og helstu niðurstöðu bara má finna til dæmis á póster hérna frammi og líka aðra grein sem tengist annar útkomu, sem sagt meðgöngu sykursýki, ég ætla að ræða það á næringardeginum í október. En svona bara aðal niðurstöðnar úr þessu hluta sem sagt eru bara þær að þessi heildar conclusion að það bendir til þess að unnt sé að finna konur í aukinni hættu á kvillum með að spyrja bara mjög einfaldra spurninga fæðuval á meðgöngu. Og þetta í þessari vinnu þá nýttum við þessi 13 áhættu skor sem við settum fram í upphafi og þessi viðmið byggjast bara á norrænum og íslenskum ráðleggingum fæðuval og niðurstöðum rannsókna á þessu sviði síðastliðin ár. Og mér langaði bara að sýna ykkur þetta. Þetta var sem sagt svona auka tafla í greininni sem ég sýndi ekki þegar ég kynnti þetta hérna á föstudagsfundi læknaráðs í vor. En þetta er sem sagt, hér getum við séð sem sagt hve margar konur eða hlutfall kvenna sem að ná þessum almennu ráðleggingum fæðuval og við sjáum að til að mynda eru hérna 87% kvenna sem að ná ekki viðmiðum að borða þessa 5 skammta af ávöxtum og grænmeti á dag. Sjáum hérna að það er 87% sem ná þess ekki, það er bara 13% kvenna sem að ná því að vera eða reporta það að það hefur náð þannig 5 skömmtum af ávöxtum og grænmeti og svo í tengslum við fiskneysluna að það eru 64% sem að ná ekki þessu viðmiðum og 30% kvenna þrátt fyrir að þetta er í almennum ráðleggingum ekki bara til
barnshafandi kvenna, bara almennt að taka auka D-vítamín eða lýsi að þá eru 30% hér sem að taka það ekki að staðaldri og 28% hér kvenna sem að drekka gosdrykki 5 sinnum í viku eða oftar. Þannig að þetta ætti ekki að koma okkur á óvart og mér fannst þetta svolítið sláandi að því við erum náttúrulega með ófrískar konur, en þetta er alveg í takt við bara landskönnun og mataræði, en almennt með ófrískar konur að þá eru þær oft líklegri til þess að vera mótiveraðar og breyta til, en þannig að þetta voru svona niðurstöðurnar sem að svona ýtt okkur áfram í næsta lið að kanna hvort einmitt einstaklingsmiðuð endurgjöf sem barnshafandi konur fá í gegnum vefsíðuna nmb.is, næring móður og barns, stuðli að bættu mataræði þeirra á meðgöngunni. Og þetta er sem sagt forrannsóknin sem ég ætla að leggja mest áherslu á hér í dag og þetta verkefni var unnið í mjög góðu samstarfi við Heilbrigðisstofnun Norðurlands og rannsóknarniðurstöður hafa ekki verið birtar opinberlega en verða senda til birtingar á erlendu vettvangi bara á næstu vikum. En það var sem sagt skimað fyrir hugsanlegum þátttökutum á heilsugæslunni hérna á Akureyri og þetta var svona hliðarverkefni í doktorsverkefninu mínu. Þannig ég safnaði öllum gögnum og hélt utan rannsóknina. En þátttökutur sem sagt voru á aldrinum 18 til 45 ára og við settum líka skilyrði að konurnar þyrftu að vera í yfirþyngd. Konur með undirliggjandi sjúkdóma og konur sem borðuðu í góðu samræmi við ráðleggingar og fæðuval við upphaf meðgöngu voru útilokaðar frá þátttöku. Og þær svöruðu sem sagt spurningalista strax þarna í upphafi. Ég hitti það strax eftir bara fyrstu skoðun í mæðravernd og þar svöruðu bakgrunnsspurningalista, til dæmis fenguðu þar upplýsingar fjölda barna, þyngd fyrir meðgöngu, aldur, hjúskaparstöðu, menntun og reykingar. Og síðan var þátttökutum slembidrift í íhlutunarhóp, það voru 50 konur þar sem fekk sem sagt aðgang að þessari vefsíðu og síðan viðmiðunarhópurinn sem fekk bara hefðbundið mæðra eftirlit. En það var tryggt sem sagt að allir í viðmiðunarhópi fengu sem sagt viðeigandi bæklinga fæðuval samkvæmt klínískum leiðbeiningum. En við spurðum þarna alveg í upphafi í þessum bakgrunnsspurningalista hvort að þeim hefði verið vísað á þetta fræðsluefni í mæðraverndinni í þessari fyrstu skoðun og hér sjáum við niðurstöðurnar í tengslum við það. Það er sem sagt 66% sem sögðu nei, að þeim hefði ekki verið vísað á þennan almenna bækling ráðleggingar fæðuval og næringarefni og síðan einmitt spurt hvort þau hefði verið, það var líka spurt hvort þau hefði fengið að sjá eða vísa á þennan bækling matur og meðgang og það voru 46% sögðu nei. Þannig að það getur vel verið að einmitt að ljósmæður sé að gleyma þessu þarna í fyrstu skoðun. Það er rosalega mikið magna upplýsingu sem þarf að koma fram í þessum tíma og það þurfa svolítið að velja hafna. Það er ýmsar skimanir sem þarf að framkvæma og fleira. En þetta getur líka verið að þessar ófrísku konur séu hreinlega að gleyma því að það er að tengja þessar upplýsingar. Þetta er svo rosa mikið af upplýsingum og þú færð þetta ekki í hendurnar lengur eins og var hérna áður. Þá fekk maður bókaða bækling, núna er bara að vísa á rafræna bæklinga. Þannig að, en við spurðum líka hvort að þær hefðu áhuga á því að fá einstaklingsmiðaða næringarráðgjöf og það voru 81% sem sögðu já og 39% sögðust hafa mjög mikla þörf fyrir næringarráðgjöf. Þannig að greinilegur áhugi til staðar sem er náttúrulega nauðsynlegt til að einhverja breytingar geti átt sér stað. En hér sjáum við þessa síðu, þetta er nmb.is, kannast einhver við hana eða hefur séð hana? Eða heyrt eitthvað af henni? Nei, þetta er sem sagt síða sem það er sem sagt, maður þarf að búa til, það getur hver sem er skráð sig þarna inn og það þarf að búa til þá samt feik meðgöngu, þið getur að fara og prófa þetta, en þarna inni er sem sagt hægt að fá gagnvirka endurgjöf eftir að hafa svarað stuttum spurningalistum fæðuval, annars vegar á heildargæði mataræðis og hins vegar hvort hætta sig á að þörf hætta sig á of lítilli neyslu á mikilvægum næringarefnum komið fram. Þannig að það koma þarna líka meldingar upp ef að svörin gefa þetta til kynna að við séum mögulega ekki að fá nóga mikilvægum næringarefnum á þessum tíma. Og
hér sést bara þessi stuttu spurningalisti. Þetta eru mjög einfaldar spurningar og 40 spurningar og tekur bara 5 til 10 mínútur að svara þessum lista. Mjög einfalt og það er hægt að gera þetta þrisvar á meðgöngunni og það kemur svona samantekt yfir þessi hollustu viðmið, það er hérna 0 og 1 stig og svo yfir óhollustu viðmið mínus og 0 stig. En það sem er sérstaklega flott við þessa síðu er þessi samantekt, þar sem að meldingar koma fram ef hætta er á að þörf fyrir mikilvæg næringarefni sé ekki mætt með svörin. Þannig að ég veit ekki hvort þið sjáu þetta hérna, en eins og það gæti komið upp hérna í tengslum við D-vitamínin, hreinlega meldingum það að samkvæmt svörum þínum við þessu spurningalista er hætta á að þörf þinni fyrir D-vitamín sé ekki fullnægt. Og svo koma ráðleggingar það hvernig er hægt að fullnægja þörf og einmitt það sé ekki mælt með að taka stóra skammta D-vitamín á meðgöngu nema í samráði við lækni. Og það getur komið ein meldingu eða margar meldingar eða engin, en það sem ég sá þarna var að einmitt allt of oft voru að sjá meldingar jóð og þetta er eitthvað sem við höfum núna áhyggjur af og erum að skoða betur. Við erum sem sagt búin að safna gögnum aftur á Landspítalanum fyrir 1000 konur og erum þar að mæla jóðhag og þetta er bara í ferli núna og við sjáum að það þarf hreinlega að fara í bara herferð í tengslum við jóðhag ungra kvenna á Íslandi í dag. Og ástæðan er hreinlega að þær eru þá búin að taka út mjólkurvörur og fisk. Það er svona aðalástæðan. Þetta er okkar helstu jóðgjafar. En já, síðan í viku 24 til 26 og 35 til 38 að þá var sem sagt munur á fæðuvali milli íhlutunarhóps og viðmiðunarhóps metið með 2 sólarhrings upprifjun á mataræði og þetta er bara aðferð sem er mjög oft nýtt og til dæmis við Landskönnun á mataræði og næringafræðingur sem tók þessi viðtöl hafði ekki upplýsingur það hvorum hópnum þátttakendur tilheyrðu. Og af þeim 100 konur sem samþykktu þátttöku að þá luku 88 báðum sólarhrings upprifjunum, 41 kona í viðmiðunarhópi og 47 konur í íhlutunarhópi. Og hér má sjá, þetta er bara þetta er í rauninni ekkert sem þurfum að rýna í, þið getið varla að sé þetta, en það var engin munur á milli þessara hópa í upphafi með tilliti til bakgrunnsþátta, meðgöngulengd við slembudreifingu var 15 vikur í báðum hópum og það var ekki munur á fæðuvali milli þessara 2 hópa við baseline, þannig að slembudreifingin tókst og hér sjáum við bara svona alveg allra helstu niðurstöður. Þetta eru sem sagt neysla valinna fæðutegunda sem byggja þessum 2-24 stunda upprifjunum og það sem við sáum svona hvað kom sterkast fram sem sagt var í tengslum með gosdrykkjaneyslu. Bara þær konur sem fengu sem sagt aðgang að þessari vefsíðu að þær voru með marktækt minni neyslu sem sagt á síðari hluta meðgöngunnar og það kom sem sagt, hópurinn sem fór í þessa sjálfskoðun að fékk aðgang að síðunni, hann drakk að jafnaði heilum lítra minna af gos- og svaladrykkjum á viku heldur hópurinn sem fékk bara bæklinga. Og það var einnig tilhneiging til minni neyslu á sætundum og keksi og kökum og og meiri neyslu á fiski hjá íhlutunarhóp samanborið við viðmiðunarhópinn. En sá munur reyndist ekki tölfræðilega marktækur, en við sjáum greinilega jákvæð trend og þannig að niðurstöður þessarar forrannsóknar benda til þess að einföld endurgjöf hollustu fæðuna gæti skila sér í bættu fæðuvali, barnshafandi kvenna, en auðvitað var þetta bara pilot og markmiðið var einmitt hvort að við myndum sjá einhver trend og hvort það væri einmitt áhugi sem var hjá konunum og ljósmæðrum og þannig að það er algjörlega grundvöllur til þess að halda áfram með verkefni. Og þannig að við ætlum bara að ráðast í stóra íhlutandi rannsókn vonandi á næsta ári. Það er rannsókn sem liggur núna inni, við krossum fingur, en þar er sem sagt hugmyndin að, það er þessi pre-wise, þar er sem sagt hugmyndin að þessi íhlutun myndi fara fram bæði fyrir sunnan og hér á Akureyri. Þannig að við myndum vera að bjóða konum að taka þátt í Snemmsson og hérna Landspítalanum, en síðan myndum við vinna þetta í samstarfi við heilsugæsluna fyrir sunnan og heilsugæsluna hér á Akureyri að hreinlega
vinna að því að þetta samtal eigi sér oftast stað og að ljósmæður hafi þá aðgang að þessum upplýsingum og skimuninni í gegnum heilsuveru eða rafræna sjúkraskrá og þær myndu fá þjálfun og reynslu til þess að gefa ráð og á hvað þær ættu helst að fókusa á og líka geta þá metið hverja þau þurfa að senda áfram til næringarfræðings eða næringarráðgjafa. En þetta bara, í bígerð og við erum líka einmitt að vinna að því hreinlega að koma sér inn í heilsuveru og rafræna mæðraskrá og svo þessi lífsýnasöfnun bara í gangi núna og við erum búin að safna upplýsingum en við þurfum bara meira fjármagn til þess að klára validera þennan spurningalista sem við erum hérna að nýta. Þannig að hér sjáum við síðan bara rannsakendur og það ég og Ingibjörg Gunnarsdóttir, Þórhallur Ingi Halldórsson og Bryndís Eva sem eru prófessorar í næringarfræði frá HÍ og þannig Ingibjörg og Hildur Harðardóttir frá Landspítalanum og svo Alexander Smárasson og fjölmargir starfsmenn MS og doktorsnema sem hafa komið að þessu stóra verkefni og síðan eru þarna samstarfsaðilar okkar innlendir og erlendir. Við höfum átt mjög gott samstarf við heilsugæsluna hérna á Akureyri og það hefur gengið miklu auðveldara eiginlega samstarfi við þau heldur en fyrir sunnan. Þannig að virkilega frábært og við vonum bara að það haldi áfram. Og við fáum peninga til þess að gera meira. Þannig að takk bara kærlega fyrir mig. Einhverjar spurningar? Þetta verður ekki fyrir rannsókn, bara þessi NMD síðast var á hann að segja komið þú ekki að taka í nóga B12 og þú ert að bæta B12 í þína. Nei, já, bara ef að svörin gefa þetta kynna að þú ert búin að taka út allar dýraafurðir. Ef að svörin þá kæmi þetta upp. Já, bara B12, ef þú taka ekki B12 á minni dag og næstu 3 ár, þú með nóga B12 í líkamann til að sjá það. Já, og við erum að validera náttúrulega listan líka núna. Þannig að auðvitað kæmi þessi meldingu upp bara að það þurfti að huga að þessu. Þannig að það séu líka að passa upp á að fá mikilvæg stein og snefilefni af því við höfum alveg áhyggjur af þessu líka miðað við rannsóknum sem við erum að framkvæma á Landspítalanum að mögulega sé hópur sem að það er mjög algengt í dag að einstaklingar séu bara vegan og grænmetisætur og það er í góðu lagi á meðan að passa samt að fá öll næringarefni þá annaðhvort úr fæðubótarefnum eða að kaupa vörur sem eru Þetta er ekki verið í spurninglust. Það er ekki verið í spurninglust ef þú ert vegan. Já. Til ólíka kóða. Kemur þetta fram með? Já, það kemur sem sagt hvort að þú ert með einhæft mataræði eða hvort þú sért grænmetisæta eða vegan. Já, og svo líka bara forritun á bak við listana ef þú klikkar ekkert í kjöt og egg og sért að borða mjög lítið því þá bara forritun á bak við þannig að þá kemur upp þessi melding þetta er eitthvað sem mætti huga af því að þú ert greinilega að útiloka allt dýrafæði. Já. Eða, fæði úr dýraríkinu. Það er mjög áhægt ekki íblóðflott. Það sem ég sló mér það sem að þú var þessi nýjar læraður sem við ekki séð áður. Já. Það er fyrst þarna, allar uppfærið. Og það íslenska konur rosalega vel mann. Já, og það er bara Íslendingar að gera það því miður. Það er bara 5% Íslendingar sem að fylgja almennu ráðleggingum miðað við landskunnum mataræði. Þá verður náttúrulega hefðilega kannski að spyrja sig nægir hafa einhverja sem barnshafandi konur. Það er bara samt allavega held ég að þetta sé svona krúsal tími af því að þarna er líklega kona sé, eða kona, við ægum að hægt að segja bara á móðir, að fjölskylda sé tilbúin í breytingar. Þannig að það sé mögulega mótiveraðar til að vinna þessu málum á þessum tíma, en auðvitað væri langt best þegar við værum búin að vinna þessu fyrir meðgönguna. Ég set það mjög líka að sinna þessu mataræði á meðgöngunni. Mér finnst ekki síður mikilvægt að sinna þessu mataræði fyrsta árum barnsins. Já. Eftir að barnið er fætt. Það er alveg bara eitthvað sem við erum líka að halda áfram með. Þannig að við náttúrulega börnin, því miður sem eru að taka þátt, þau eru ekkert laus. Við munum elta þessi börn alveg fram eftir öllu og erum núna að gera endurfylgni, erum að vinna að vísindasiðanefndarumsókn að endurfylgni hjá foreldrum og börnum á þessu skeiði sem er svo gríðarlega mikilvægt, er 0 til 2 ára.
Þannig að við munum halda í þennan hóp. Ótrúlega 45% borða franskar meira en einu sinni líka. Já. Líka það, já, þetta ótrúlegt. Að þetta eru mjög einfaldar spurningar, sko. Og hér, til dæmis, með gosi, við fórum alveg að hugsa, erum við að setja of ströng viðmið, en þú veist, þetta er 5 sinnum í viku, gos og gosdrykkir. Þetta er ekki þessi hæganeysla sem er miklu algengari. Þetta eru ófrískar konur, 28% drekka þá nánast daglega gosdrykk. En með fiskin, Já. minna 2 dag. Já. Má sjá, hvað er þetta? Þetta voru vika. Já, ég ætlaði að segja að þetta Já, þið að borða. Nei, ég Ég skildi ekki alveg. Nei. Þetta er þessi við þennan. En við alveg ráðlíkjum þá miða við 2 til 3 sinnum í viku núna. Já, en hér er við með, og það er stór hlutur. Þess vegna við höfum áhyggjur af því að við þurfum hreinlega að fara í herferð með mjólk og fiskinn, sko. Það er greinilega tengsl fyrir svona hörnum. Já, þess að raða þessu svona saman, það er ekki smart. Herðu flott, en þá er bara komið að veggspjalda sýningunni og smá kaffi hér, bara endilega kíkja á Skjöldur og takk fyrir það.